Byrja því að bjóða ykkur velkomin á þennan fund í Reykjanesbæ. Sjávarútvegsmálin. Við erum með tvær framsögur hérna í dag. Annars vegar Þór Saari sem ætlar að kynna frumvarp hreyfingarinnar stjórn fiskveiða. Svo ætlar hann Jón Gunnar Björgvinsson, formaður Samtaka íslenskra fiskimanna, að kynna þeirra sjónarmið. Og svo verðum við hérna með pallborð og að byrja þá sem í því sitja. Þar eru auðvitað framsögumennirnir og svo Elínbjörg Ragnarsdóttir frá Samtökum fiskframleiðenda og útflytjenda, Einar Magnússon sem bæjarfulltrúi hér í Reykjanesbæ og Friðrik Arngrímsson frá LÍÚ. Og við ætlum að byrja þá á að fá þau eftir framsögurnar til þess að reifa, segja hvað þeim finnst málið og svo opnum við fyrir spurningar úr sal. Það á að vera kaffi á borðum, ég bið ykkur bara að nota ykkur það og kynni hér fyrstan með framsögu Þór Saari, þingmann hreyfingarinnar. Já, komið þið sæl og verið velkomin á þennan fund. Ég ætla að reyna að vera eins snöggur og ég get. Mér leiðist sjálfum alltaf að hlusta á langar framsögur og þó að ég fari þá kannski hratt yfir sögu hér í framsögunni hjá mér, þá getið þið væntanlega tekið niður ykkur á punkta og spurt bara þá eftir hvað frekari útfærslu á þeim varðar. En þetta snýst það sem við köllum þriðjuleiðina og þetta heitir þriðja leiðin af því að það til staðar ein leið sem við búum við í dag sem að deilur hafa staðið núna í 30 ár og svo einhvers konar leið á leiðinni út úr ríkisstjórninni einhvern tímann. Það veit í rauninni enginn hvenær að því kemur eða hvernig hún mun líta út og við teljum það bara einfaldlega skyldu okkar að bjóða upp á valkost í þessum málum og eins og við gerðum í fyrra á síðasta þingi þá lögðum við fram okkar frumvarp samhliða frumvarpi ríkisstjórnarinnar og samhliða því lögðum við fram þingsályktunartillögu að bæði málin færu samtímis í þjóðaratkvæðagreiðslu og það munum við líka gera með þetta mál að þegar að frumvarp ríkisstjórnarinnar komið fram þá munum við leggja til að málin færi bæði í þjóðaratkvæðagreiðslu að loknu umsagnarferli hjá atvinnuveganefnd Alþingis. En þriðja leiðin, hún snýst það, eins og segir hér í markmiðsgreininni, en það að breyta skipulagi fiskveiðistjórnar og sölu sjávarafla. Þetta snýst líka sölu sjávaraflans sem veittur úr þessum sameiginlegu stofnum. Og tryggja ríkari aðkomu sveitarfélaga að úthlutun aflaheimilda og stuðla að eflingu sjávarbyggða. Og það sem kannski sérstakt í okkar frumvarpi þessi mjög svo sterka byggðatenging sem í því, en aðalatriðið í frumvarpinu það að allur úthlutaður kvóti hann færist aftur til sveitarfélaganna í sama hlutfalli og þau höfðu áður en að framsal kvótans kom til framkvæmda árið 1991. Það að segja að þau skip sem voru þá skráð í þeim sveitarfélögum og fengu úthlutaðan kvóta byggðan á veiðireynslu að það hlutfall verði fært aftur í sama horf þannig að sú veiðireynsla byggðanna sem var til staðar þegar að kvótakerfinu var komið á að hún verði einfaldlega virt til frambúðar og þetta stafar af því að ég eins og margir aðrir höfum náttúrulega verið, sjálfur var ég sjómaður í áratug og komið á alla þessa staði og ég veit það eins og aðrir sem að vilja vita að tilvist sjávarbyggðanna hringinn í kringum landið hún byggir á því að menn geti veitt fiskinn í sjónum, hún byggir ekki á því að menn geti opnað ykkur söfn og kaffihús og selt útlendingum sýnarkóf 3 mánuði á ári, það mun aldrei ganga upp. Og tilvist byggðanna hún á heldur ekki að byggja á einhverjum styrkjum frá byggðastofnun. Þetta þarf að byggjast á raunverulegri atvinnu, raunverulegum atvinnutækifærum og atvinnutækifærum sem að skapa arð allstaðar með réttlátum og sanngjörnum hætti og þess vegna fórum við af stað og fórum að vinna þetta frumvarp sem í samræmi við stefnu hreyfingarinnar það að auðlindirnar eigi að vera í almannaeigu og þar náttúrulega sveitarfélögin eitt hluti af því. Frumvarpið okkar byggir á því að sveitarfélögunum úthlutað þessum aflaheimildum í sama hlutfalli og var, eins og sagði, áður en að fengu framseldar og þær aflaheimildir fari á uppboð í hverju sveitarfélagi
Það verður aðskilnað veiða og vinnslu og sjávaraflinn sem veiddur líka, hann fari líka á fiskmarkað og einn angi af þessu fyrirkomulagi náttúrulega að þetta mun skapa vandræði fyrir sum þau fyrirtæki sem eru í greininni, það er að segja að þau hafa skuldsett sig vegna kvótakaupa og þá bjóðum við upp á leið einnig til þess að taka á þeim vanda sem að skapast þar. Sveitarfélögunum verður gert skylt að setja þær aflaheimildir sem þeim fá á uppboð gegn gjaldi og uppboðin eru náttúrulega bara strúktúruð eins og uppboð eru og það eru til margar útfærslur á þeim en það er náttúrulega verið að tryggja það að það sé ekki einhver einn aðili sem að geti keypt allar heimildirnar vegna þess að hann býður hæst. Heldur eru þau flokkuð í marga tilboðsflokka eins og gert til dæmis bara með útgáfu á ríkisskuldabréfum. Það er alltaf tryggt að það sé ekki einhver aðili sem að kaupi allan pakkan í hverju uppboði eða útboði. Heldur er reynt að dreifa þessu með einhverjum hætti og tryggja þá sem eðlilegasta útkomu en jafnframt sem hagstæðasta útkomu fyrir eiganda aflaheimildanna sem frá sveitarfélagi. Sveitarfélögunum verður í rauninni sjálfrátt hvað þau hafa þessi útboð oft og þá er þetta bara spurning hvaða fyrirkomulag mönnum finnst henta best á hverjum stað. Þeim verður heimilt að selja hluta og jafnvel alltaf helmingi aflaheimilda með svokölluðum framvirkum samningum alltaf 5 ár í einu til þess að gera þá nýliðun í greininni auðveldari. Það er að segja að menn geti þá farið af stað með einhvers konar fjárfestingar áform í að kaupa sér nýja báta eða skip og jafnframt samhliða því verið tryggðir fyrir því að þeir fái aflaheimildir næstu 5 árin. Þær aflaheimildir verða sjálfsögðu bara á því markaðsverði sem að til staðar í uppboðunum hverju sinni en menn vita þá allavega að þeir hafa aðgang að aflaheimildum og verða þá aðlaga reksturinn af því. Það er alltaf spurning hvort að 5 ár sé nægur tími, sumir tala að afskriftartími á stórum fiskiskipum sé áratugir en við verðum líka að gera okkur grein fyrir því að þegar menn að kaupa þessi nýju dýru og stóru skip að þá setja menn náttúrulega líka umtalsvert eigið fé og eru fyrir með rekstur. Það lappar enginn út af inn á götunni og fer og kaupir sér fiskiskip á 2, 3, 4 milljarða eða meira. Við höfum þetta fyrirkomulag að ef aflaheimildina verði ekki nýttar þá fara þær bara aftur til sveitarfélagsins sem að býða þær upp aftur og viðkomandi fær endurgreitt gjaldið. Ef að svo, og það er eitt sem í þessu líka, við reyndum eins og við gátum að tryggja ítarlegust og hagkvæmni í þessu og hún tryggð með þeim hætti að það getur í rauninni hver sem keypt aflaheimildir hvar sem á landinu. Þannig að það verður aldrei til einhver afmarkaður gefi í einhverju litlu sjávarplássi sem með einhvers konar allt annað verð af aflaheimildum heldur en annars staðar á landinu. Íbúar hér getur keypt aflaheimildir á Ólafsfirði eða Raufarhöfn eða Siglufirði. Þetta veltur allt bara á hagkvæmni rekstrarins og þannig ná menn fram betri hagkvæmni með slíkri samkeppni. Ef að aflaheimildir eru hins vegar seldar út úr sveitarfélaginu þá kemur á þær 10% gjald sem rennur til sveitarfélagsins. Til þess einfaldlega að viðhalda þetta viðleitni til þess að viðhalda aflaheimildunum í sveitarfélaginu en ekki samt bremsa á það að þær geti ekki flust annað ef að hagkvæmni útgerðar með þeim hætti að hún sé miklu betri á einhverju öðrum stað. Þetta neyðir þá menn einfaldlega til þess að vera með hagkvæma rekstur. Við gerum líka ráð fyrir að allur afli sem veiddur samkvæmt þessu fyrirkomulagi fari á fiskmarkaði og verði boðin upp, eins og segir á þessari glæru. Það eru undanteknar ákveðnar tegundir og ákveðnar aðferðir eins og fullunnin afli borð í frysti, togurum og þess háttar. Þetta ákvæði gildir ekki þá sem að starfrækja eigin fiskvinnslu nema að því leytinu til að þegar útgerðin selur aflann í eigin vinnslu að þá skuli viðmiðunarverðið vera það sem að í gildi á fiskmarkaðinum og staðnum hverju sinni.
það er heimilt að selja fullunnin frystan afla utan uppboðs og það er svona ákveðin skilgreining á því hvernig hann er. En þegar það fer aðeins fram heilfrystinga þá telst það ekki til fullunnins frystafla. Nú, hvað varðar fiskmarkaðina, þá er það sama og með aflaheimildirnar að það getur hver sem er, þar sem er á landinu, boðið í landaðan fisk og fluttan þá í sína vinnslu ef hún er í öðru landshluta eða í öðru sveitarfélagi. En það gerist líka gegn 10% álagi á uppboðsverðið sem að rennur þá til sveitarfélagsins. Og þetta er bara aftur ein viðleitni í því að viðhalda þá byggð á sem flestum stöðum án þess að henni sé viðhaldið með einhverju handafli heldur er þarna ákveðin þröskuldur sem menn þurfa að vera innan. Og við stóraukum strandveiðar og hér förum við svolítið óvenjulega leið, það er að segja að við tökum 40.000 tonn að hluta til eða alveg umfram ráðgjöf Hafrannsóknastofnunar og útlutum henni til strandveiða með ákveðnum reglum sem eru ekkert ósvipaðar því sem er í dag nema við lengjum tímabilið og tökum inn apríl og september þannig að tímabilið verður 6 mánuðir. Afli sem veiðist með strandveiðum reiknast ekki til heildarafla og það er einungis heimilt að veita hverri útgerð eða einstaklingi eða lögaðila leyfi strandveiða fyrir eitt fyrirtæki. Nú, gildistími strandveiðaleyfis er sko, menn geta ekki verið hvorutveggja í strandveiðum og hinum hefðbundnu veiðum samtímis og svo kemur að þessu strandveiðileyfi þar að segja að menn fara bara til veiða eins og þeim hentar og þeim sýnist hverju sinni ef þeir eru með strandveiðileyfi en þeir landa aflanum á markað og greiða samsvarandi auðlindagjald fyrir landaðan afla eins og gengur og gerist við uppboð á aflaheimildum. Þannig að það veiðir enginn og fær enginn auðlindina ókeypis. Eins og segir þarna fjárhæð gjaldsins skal miðast við meðalkílóverð síðasta þekkta uppboðsdags aflaheimilda í sveitarfélagi. Og við leggjum mikið upp úr því bæði í þessu og með aðra auðlindir að það sé enginn að nýta auðlindina nema að það sé verið að greiða af henni svokallaða auðlindarentu á hagfræðimáli og rentan hún er þá greidd á nýtingarstað eins og við myndum leggja til með nýtingu á jarðvarmaorkunni, það er að segja fyrirtæki sem vinna jarðvarmaorkuna þau gera það með því að greiða af hverju kílóvatti eða megavatti sem það nýtir. Nú það er heimilt meðafli úr öðrum tegundum, alltaf 10% hverju veiðiferð, ég meina við höfum þetta vandamál með meðafla og afla sem hefur verið hent og þetta sko landlæga og fræga brottkast vandamál sem að menn segjast nú vera hættir að gera en það fara þennar sögur af því. Það verður að beita einhverjum aðferðum til að koma í veg fyrir það að menn séu einfaldlega að henda fiski fyrir borð, það er alveg gjörsamlega galið. Nú, eins og við sjáum þá meðaflinn að hann fellur bara undir sama kerfi og annar afli, það er að segja að menn greiða bara gjald sem samsvarar meðal uppboðsverði aflaheimils og sömu tegundum. Og svo komum við sko að þessum kvótaskuldasjóði sem að er sérstakur sjóður þar sem að við gerum ráð fyrir að það er útgerðir sem að hafi skuldsett sig vegna kaupa á kvóta og þó að við vitum það að það segi í fiskveiðistjórnarlögunum að kvótinn sé eign þjóðarinnar en ekki eign útgerðarinnar og menn geti í rauninni ekki keypt sér kvóta og litið á hann sem eign þá hafa menn engu að síður gert það og það hefur verið litið framhjá því og menn hafa skuldsett sig til þess að kaupa sér kvóta í góðri trú að þeir ættan og okkur finnst það vera sanngirnismál að þeir sem hafa gert þetta þeir fái einhvern veginn leyst úr sínum málum og þeir þurfi ekki að halda áfram að borga þá af þeim skuldum sem þeir hafa stofnað til vegna kvótakaupa og við leggjum til að þær skuldir verði einfaldlega afskrifaðar af fyrirtækjunum og settar í sérstakann kvótaskuldasjóð og sá kvótaskuldasjóður verði svo bara greiddur niður á einhverju ákveðnu tímabili sem að við höfum nú ekki farið í nákvæma útfærslu á. Þetta er einfaldlega útfærsluatriði hvernig við vilja gera það.
en hann verður greiddur niður með bara 5% gjaldi á söluverði allra seldra aflaheimilda hvers uppboðs. Og svo hvar þessi kvótaskuldasjóður verður vistaður í rauninni útfærsluatriði. Við leggjum til hér að hann verði vistaður í ráðuneytinu, það sé einfaldast, en það einfaldlega bara fyrirkomulag sem að menn geta komið sér saman Nú, ef að frumvarpið nær fram að ganga, þá munu það hafa náttúrulega gríðarlega áhrif eins og gefur að skilja. Ég meina sveitarfélögin út allt land munu fá aftur til sín kvótann sem að þau hafa tapað. Sum sveitarfélög, þar sem að útgerðir hafa keypt til sín mikinn kvóta, hann mun flytjast annað, en hann mun flytjast til þeirra sem að fengu honum úthlutað á veiðireynslu á sínum tíma. Og útgerðir náttúrulega á þeim stöðum, eins og við tökum til dæmis hérna Grindavík sem hefur nú fengið til sín mun meiri kvóta heldur en þeir höfðu upprunalega. Þær munu náttúrulega telja sig verða fyrir tapi af þeim sökum. En eins og þetta frumvarp byggt upp að þá geta hagkvæmar og skilvirkar útgerðir einfaldlega keypt til sín kvóta úr öðrum sveitarfélögum ef að þær vilja þá auka við sig. Þannig að það ekki eins og kvótinn sé farin að eilífu. Heldur honum einfaldlega úthlutað á öðrum stað með öðrum aðferðum, en það hafa allir í rauninni jafnt aðgengi að aflaheimildum fyrir utan þetta 10% gjald ef að menn að kaupa þær utan. Nú, við fórum í svona hugarflugsleikfimi það hvað þetta myndi þýða í tekjur fyrir sveitarfélögin og við vitum það náttúrulega að sveitarfélög út allt land eru mjög illa stödd og á hausnum og munu verða það að mínu viti ófyrirsjáanlega framtíð ef ekki verður breyting á tekjustofnum og tekjumöguleikum sveitarfélaga. Og sú breyting mun ekki verða þannig að skattar til ríkisins verði lækkaðir og útsvarstekjur sveitarfélaga hækkaðar því að ríkið mun ekki standa undir því. Og almenningur mun ekki standa undir því heldur að fara að greiða mikið hærra útsvar til sveitarfélagana. Fyrir liggur vilji til þess að flytja verkefni í auknum mæli yfir á sveitarstjórnarstigi líka og þau þarf að fjármagna með einhverjum hætti. Það hæpið að það verði líka gert með tilfærslu á skattfé eða auknum skattheimtum. Þannig að við fórum svona í smá hugaflug og við reiknuðum einfaldlega út hvað þetta myndi þýða í peningum fyrir nokkur sveitarfélög. Síðasta verð á þorskígildistonni sem að við fundum þegar við lögðum frumvarpið fram, mann og ekki dagsetningin var ekki tímann í janúar það var 318 krónur á kíló. Miðað við þá tölu myndu tekjur Akureyrarbæjar aukast 7,3 milljarða, Ísafjarðarbæjar 6,6, Norðurþings 2,9, Reykjanesbæjar 3,7 og Vestmannaeyjar 9,2. Nú það náttúrulega alveg gefið mál að 318 krónur á kíló yrði aldrei verðið á uppbónum kvóta ef hann færi allur á uppbóð. Hann myndi lækka og hann myndi lækka mikið verð vegna aukins framboðs. Við tókum þá þessa tölu bara og gerðum ráð fyrir að leiguverðið myndi lækka alltaf 50%. Það getur verið að lækki meira, það ómögulegt að segja, en miðað við að það verði 50% verðlækkun og allur afli fara á markað, að þá lækka þessar tölur það sem því nemur. Ísafjarðarbær fengi engu að síður 3,15 milljarða tekjur á ári miðað við þann kvóta sem úthlutað kvóta árið 2010 til endur. Við tókum saman þessar tölur líka fyrir sveitarfélögin hér á svæðinu og hvað þetta myndi þýða fyrir þau. Og í fyrstu tveimur dálkunum má sjá hvernig úthlutunin var fiskveiðiárið 1991, það að segja hvað hvert sveitarfélag fékk af heildarúthlutun á sínum tíma. Reykjanesbær til dæmis var með 3,73% af heildarkvótanum þá og Sandgerði 1,77%. Það eru þau sveitarfélög sem hafa mist mesta kvóta. Grindavík aftur á móti var með 5,84% árið 1991. Í næstu tveimur dálkum má sjá hvernig hlutfallið var orðið á síðasta fiskveiði ári, það er að segja 2010-11. Þar var Grindavík komið með 8,85%, Reykjanesbær 0,96% og Sandgerði 0,45%. Og
í dálkinum þar á eftir sjáið þið þá breytingarnar á þessum hlutföllum. Það er að segja að Grindavík hafði aukið sinn hlut í heildarkvótanum ríflega 50%, en Reykjanesbær og Sandgerði minnkað umtalsvert. Garðurinn aftur á móti var komið með umtalsverðar aflaheimildir og með yfir 180% aukningu á aflaheimildum miðað við hlutfallaheiting. Nú, í seinustu tveimur dálkunum þá tökum við þetta saman í einfaldlega peningum fyrir hvert sveitarfélag og ég held að það sé þá raunhæfast að miða þá við dálkinn sem lengst til hægri, það er að segja að verðið sem var í janúar myndi lækka að minnsta kosti 50% og vera þá 159 krónur á kílóið. Það getur verið að það sé allt of hátt áætlað, en það er svolítið erfitt að segja. En miðað við það verð að þá sjáum við hér að hverjar tekjurnar yrðu á hvaða stað. Grindavík 2,8 milljarðar, Reykjanesbær 1,8 milljarður, Sandgerði 870 milljarðar tæpir, Vogar 245 og Garður 471 milljón. Nú munum við væntanlega segja sem svo, já, til dæmis í Grindavík að þetta sé lækkun fyrir Grindavík, en ég leyfi að benda á að þetta eru tekjur sem að fara til sveitarfélaganna. Þetta er ekki tekjur sem að fara til útgerðana á hverjum stað eins og núna, og vissulega skila útgerðirnar af sér tekjum til sveitarfélagsins og það skila náttúrulega atvinnu til sveitarfélagsins. En þetta er sá heildarpakki sem að sveitarfélagi fengi beint fyrir utan náttúrulega skatta og þess háttar. Og ég kaupi það ekki ef að menn breyta kvótakerfinu að þá muni útgerðirnar einfaldlega að tapa öllu sínu og hætta að veiða og það veiðir engin fiskinn í sjónum. Það munu einhverjir fara og veiða fiskinn í sjónum, það er alveg gefið mál, það er alveg sama hvaða kerfi við erum með. Það er svo einfaldlega spurning útfærslun á því. Ég hef líka verið þeirra skoðunar að menn muni aldrei ná sátt þetta kerfi á meðan að LÍÚ, og Friðrik náttúrulega getur svara fyrir það á eftir, á meðan að LÍÚ fær að ráða miklu leyti útkominu það hvernig kerfið verður. Og það er kannski vandamáli sem við stöndum frammi fyrir. Það er að reyna að fá menn til þess að sættast á einhverja leið sem að gagnast öllum landsmönnum fyrst og fremst og sérhagsmuna aðilum þá í öðru sæti. Það held ég að sé eina leiðin til þess að ná sáttum þetta, og ef að frumvarpið sem að kemur frá ríkisstjórninni, hvenær svo sem að það kemur, verður ekki á þá leið, þá munum við bara halda áfram að rífast þetta næsta áratug eða áratugi og mér finnst það asnalegt að þurfa að gera það. Við eigum að geta fundið út hagkvæmustu bestu leiðina og hvert er svona viðleitni til þess að koma fram með hugmyndir í þá veru, að vera lausnar miðaðir í þessu eins og við reynum að vera í öðru. Svo þarf að svara í spurningum á eftir. Ég þakka þó fyrir þessa framsögu, en næstur hér er Jón Gunnar Björgvinsson. Hann er formaður samtaka íslenskra fiskimanna og allra kemur þeirri sjónarmið. Takk.